Góðan daginn gott fólk, þetta hann The Mystery og í dag ætla ég að tala einelti. Ég hef verið lagður í einelti og veit hvernig að verða lagður í einelti. Einelti eitthvað sem fólk notar sem vopn gegn öðru fólki. Til dæmis, þeir geta sagt hvað þú ert feitur, hvað þú ert ljótur þú munt aldrei eignast kærustu. Einelti ekki það sem við eigum að nota gegn fólki. Einelti slæmt fyrir fólk og getur líka verið andlegt og líkamlegt ofbeldi. Það fólk sem hafa lent í einelti vilja bara deyja og þá fremja þau sjálfsmorð. Það eru sumir sem verða þunglyndir og loka sig inni og vilja ekki tala hvað er að, heldur halda það inni í sjálfum sér og leyna tilfinningar sínar, sem náttúrulega ekki gott. Einelti slæmur hlutur og þegar ég var lagður í einelti þá notaði ég aldrei það gegn öðru fólki. Ekki svona fólki sem lagði mig í einelti, því mér datt það ekki í hug. Einelti bara slæmur hlutur og þið fólk sem að hlusta á þetta, ég mæli ekki með að þið gerir þetta. Til hvers að nota einelti gegn fólki. Þannig að ég var lagður í einelti 10 ár og ég framdi ekki sjálfsmorð, en ég hefði verið þunglyndur. Hvað er einelti? Hver munur á einelti og stríði? Einelti ofbeldi þar sem einn eða fleiri ráðast á einum og beita honum ofbeldi yfir lengri tíma. Rannsóknir á einelti hófust að einhverju ráði fyrir rúmlega 30 árum og hafa fjölmargir skilgreiningar á einelti komið fram síðar. Allar eiga þær sameiginlegt að skilgreina einelti sem ofbeldi sem einn eða fleiri beita einstaklingi yfir lengri tíma. En skilgreiningarnar eru misnákvæmar. Á Íslandi kom fram skilgreining á einelti árið 1996 sem hefur verið mikið notað allt til dagsins í dag og hljómar hún svona: einelti að ræða þegar einhver tekinn yfir og pyntur andlega eða líkamlega aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleirum. Eftir því sem rannsóknir verða betri og nákvæmari hafa skilgreiningarnar orðið nákvæmari og afmarka hegðunina meira. Í dag til að mynda talað líkamlegt, andlegt og rafrænt einelti. Fólk, hvað að ykkur? Einelti leysir ekki eins og vandamálin. Einelti slæmur hlutur. Fólk, komið inn í hausinn á ykkur. Komið það. Í reglugerð aðgerðir gegn einelti vinnustaða frá 2004 einelti skilgreint á þennan hátt: afmælisverð og sígarettutekin ótilhlýðileg háttsemi, það athöfn og hegðun sem til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hérna undir. Hér ekki átt við skoðunarágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmann eða tveggja eða fleiri starfsmanna, enda leiði slíkur skoðunarágreining eða hagsmunaárekstur ekki til þeirra háttsemi sem lýst hérna að framan. Þetta skilgreining mjög ítarleg en samt örlítið of þröng. Í maí 2011 kom fram tillaga að nýrri skilgreiningu á einelti. Hún hljómar svona:
Einelti endurtekin afmælingaverð hásett af hálfu eins og fleirum saman. Það hegðun, athöfn eða athafnaleysi sem til þess fallin að meiða, niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna, ógna og valda vanlíku hjá þeim sem hún beinist að. Það á meðal annars við skilaboð eða aðra upplýsingar sem miðað í síma eða með rafrænum hætti. Hér þó almennt ekki átt við samskipti eða skoðanaskipti milli jafningja. Þetta skilgreining inniheldur bæði andlegt, líkamlegt og rafrænt einelti. Einnig tekur hún á þátttöku þeirra sem standa hjá og velja að grípa ekki inn í þegar vitneskja einelti berst. Rafrænt einelti frábrugðið öðru einelti að því leyti að til dæmis birtist einar myndar eða ummæli á netinu getur talið verið ein athöfn og þar á leiðandi fellur það ekki undir skilgreiningu einelti. En á móti kemur að í framtíðinni hægt að opna þessar netsíður og við það getur þolandinn átt von á endurtekningarniðurlægingu. Báðar skilgreiningarnar þessar ítrekar það að skoðanaskipti milli jafningja eða skoðunarágreiningar telst ekki til einelti, heldur þar hegðunin að vera meðvit og með vilja til að þess að meiða eða skaða þennan sem fyrir henni verður. Til þess að hegðunin getur talist einelti þurfa því einn eða fleiri gerendur að vera til staðar. Hegðunin verður að vera endurtekin og mikilvægur þáttur valda ójafnvægi. Það þolandinn verður að standa ójöfnum fæti gagnvart gerandanum. Stríðin aftur á móti athöfn eða hegðun sem ekki ætlað að meiða eða niðurlægja og ekki endurtekin heldur afmarkað tilfelli. Sá sem stríðir tekur ekki fyrir einn aðila heldur eiga það allir á hættu að lenda í honum. Ef einn og sami aðilinn lendir í sífelldu í stríðni sama eða sömu aðila það ekki stríðni lengur heldur einelti. Enda geti þolandinn ekki varist og ekki á jafningjagrundvelli í samskiptunum. Ekki þó allir á eitt sáttir þetta skilgreiningu og vilja meina að stríðin sé einug einelti. En núna ætla ég að tala mitt einelti. Mitt einelti var þannig að ég var einelti í 10 ár og það byrjaði bara svona saklaust eins og það var eitthvað sem sagði við mig: "Ó, svo feitur maður." En ég var ekki feitur, ég var hóraður og enn hóraður í dag, tekur það fram. Það var úlpan, hún var úr dúnni og hún gerði mig þannig eins og ég leit út eins og ég var feitur. Þetta var fyrsta einelti sem ég lenti í og það var árið 2003. Og ég hef þurft að þola einelti í 10 ár eins og ég sagði. Það var traðkað á mér, það var sparkað, ég var haldið niður og ég var laminn. Mörgum sinnum, ég var trónið undir snjó og líka hendi í mig skó. Og ég fekk lána sími á systur minni, hann var bleikur og það skipti mér ekki máli, en það var einstaklingur í skólanum sem sagði að ég verið hommi að því að ég var með bleikan síma. Og ég var ekki alveg að skilja okkur ég hommi ef ég með bleikan síma, veist. Ég á fullt af vinum sem með bleikan síma sko í dag. Og þá misti ég mælirinn. En þið fá að heyra það eftir að fyrst var úlpan, síðan var það ég var haldið nyrri og ég var laminn af jafnaldra mínum með mér í skóla og við nefnum hann ekkert á nafn
og kennarinn hlustu ekkert á mig. Kennarinn hlustu ekkert á mig og ger ekki neitt í því og skólinn ger ekki neitt fyrir mig og foreldrar mínir þurftu að berjast fyrir mér. Fyrir réttindi mín að láta þetta hætta en það skeði ekki. Og hverjum degi þá grét ég. Já, ég var bara við það, ég grét að þegar ég vildi ekki vera í skólan. Ég vildi ekki vera í skólan út að ég var laður einelti. Og mér leið illa því þetta var hverju einasta degi. Þetta var hverju einasta degi í 10 ár. Í 10 ár, gott fólk. Á hverju einasta degi. Og ég þurfti að þola þetta. Og sumur af þessu fólki var fólk sem ég treysti. Fólk sem ég deildi leyndarmálum með. Og svo notuðu þau gegn mér. Og í dag, já, þið fá að heyra það bara eftir, en þola þetta hvern einasta degi er slæmt. Ég gat ekkert farið til neins til að standa með mér. Ég átti enga vini. Satt best að segja það, átti ég enga vini. Ég átti vini en ég var ekkert að segja frá þessu. Það er vandamáli. Ef ég get ekki satt henni frá þessu og ég opna mér ekki, þá lokast það inni. Og ég var hjá sálfræðing nú daginn og ég gat loksins opna mig fyrir hana. Og ég sagði henni bara alla söguna og hvað ég þurfti að þola í þessu ár og hún var bara í sjokki. Og þurfa að þola þetta hverjum degi. Ég sagði hún að það er ekki gott. Og þið fólk sem hlusta á mig núna, ég er að gera þetta fyrir ykkur. Ég er líka að gera þetta fyrir mig svo ég geti sagt mína sögu. Það er ekkert annars ég er að gera með þetta. Málið er bara að ég hef alltaf verið smeykur að tala um þetta sem ég á ekki að vera. Og aftur að gangi í gegnum þetta, þessu ég búin sem mörgur sem bara fyrir ekki fólk, en ég þarf að segja þetta. Gangi í gegnum þetta hverjum degi er erfitt. Og ég er ekki enn í dag, það er ég 23 ára og ég er ekki enn búin að jafna mig. Hlutirnir breytast ekki bara. Þetta er með þér þangað til þú deyr. Ekki nema þú nær að opna þig og tala við fólk. Þannig er mál með vexti. Svo var traðka á mér eins og ég sagði og ég á lamin og ég var lamin mörgur sinnum á dag. Skil ekki okkur. Veit ég hvað hann fekk út úr þessu en ég leit til frænku minnar. Nefnum ekkert nafn henni og kallu hana bara Kala Lili. Hún frænka minn Kala Lili. Hún hjálpaði mér. Hún kom í skólan og sagði við einstaklingin og lætur henni ekki vera að þá kem ég heim til þín og læt þig hafa það. Ég lem þig. Og vond manneskja og þurfa að ráðast á svona minnihátta mannesku. Og svo þegar skólinn byrjaði aftur þá kom þessi einstaklingur til mín. Ekki til að biðjast fyrirgefningar, heldur að spura hvort að frænka mín var ennþá á landinu. Og frænka mín hún býr náttúrulega í Noregi og ég náttúrulega bara sagði já. Og eftir það flutti hann. Hann drullur hættu við frænku mína. Og ef þú ert að hlusta á þetta frænka,
þá er ég alltaf þakklátur fyrir þetta. Og líka hin frænka mín sem var líka með í þessu, sem við köllum hana, hvað er það að kalla hana, bankamanneskjan. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að standa með mér í þessu og bara að hjálpa mér getum þetta. Það þykir mér mikið hjálp við að geta standa með mér, sko. Bara, ég elska ykkur tvö og takk. Ég hef ekki geta komist áfram í skólanum með að gera ykkur að hjálpa. Ég vil líka þakka foreldrum mína ef þeir hlusta á þetta. Takk mamma og pabbi að berjast fyrir mér. Ég hafði ekki getað klárað grunnskólan án ykkar hjálp. Og takk fyrir það, en snúm okkur aftur sögunu, á því grenja hérna. Það var líka einstaklingur í skólanum, svo jafnaldra minn líka, en ekki þess að sami sem flutti burtu. Hann var vestur af þeim öllum. Ég var í afmælisboði og þetta snerist eitthvað leikfang. Og ég held að það var dótanífur eða eitthvað, ég manna ekki. Og hann sagði, getur þú passað þig, þá skreppa heim. Hann átti nefnilega heimanna rétt hjá þessu ammali. Og þetta ammali hjá vini mínum. Sem stendur að það með mér þetta. Það kom einhver annar krakki og spurði hvort ég var að nota þetta og í náttúrulega. Hann kom ekkert strax aftur, þannig ég lét bara, það bara, já, nei, ég er ekkert að nota þetta, mátt fá þetta. Svo hann kom þessi einstaklingur tilbaka og hann var eitthvað reiður og spurði hvað gerði. Ég lét bara eitthvað fá hann, þú varst ekki að koma aftur. Það stökk hann upp í loftið og landi mig niður í gangstéttina. Sparkaði í mig og allt. Og ég lá þarna í blóðinu, hann hljóp í burtu. Og afmælisbarnið sem átti afmæli, hann kom og hjálpaði mér inn og þreif blóðið. Svo náttúrulega hringdi mömmu mín og hún kom alveg brjáluð og ég vildi ekkert vera að tala um þetta. En foreldrar afmælisbarnið, þau fóru heim til stráksins, hann átti heima rannar rétt hjá. En hann neitaði að koma. Hann flúði. Og hvað með það, hann baðst ekki fyrirgefningar, hlustið vel fólk, hann baðst ekki fyrirgefningar fyrir en eftir 3 ár. 3 ár eftir þetta skeiði. Hann baðst beinlínis ekki afsökunar en ég held að meinti þetta ekki. Ég held að hann drullu saman mér, sko, afsökja óbreið, en þetta bara. Og hann var svo mikið vitleysingur. Og þetta atvik gleymi ég aldrei. Að liggja þarna gangstéttinni eins og þvara. Ég hef aldrei getað jafnað mig eftir þetta og er enn að reyna að jafna mig eftir þetta. Og í dag þá á ég erfitt með að treysta fólki. Ég á erfitt með að treysta fólki að þegar ég veit ekki hvað fólki get treyst og hvernig ég get leita til. Og þetta er bara erfitt. Þetta er erfitt. Erfitt líf. Erfiðar minningar og ég held að ég losna aldrei við þessar minningar. Því miður. Þetta er eitthvað sem ég veit ekki. En til fólks þá vil ég segja ekki gera eins og ég er. Ekki loka þessu inni hjá ykkur
Ekki halda þessu leyndu við foreldrar ykkar. Talið við þau. Segðu frá þessu. Ég fór náttúrulega þrisvar til sálfræðings. Og ég talaði mínar reynslu af þá náttúrulega í grunnskóla. En eins og sagði, ekki halda þessu leyndu við foreldrar ykkar. Tala við foreldra, tala við ömmu og afa, vini, frænku, frænda, bara eitthvað, kannski ekki ókunnan mann en eitthvað í ættin ykkar eða nánu vinur eða samstarfsmaður. Segjum frá þessu. Hlutirnir gerast ekki bara af sjálfum sér. Þú verður að reyna að opna þig eins og ég. Og þér líður betur ef þú segir frá þessu og þú opnar þig meira. Annars gerist ekki neitt. Ég talaði við mína foreldra á hverju degi, hverju kvöldu og gréti að ég vildi ekki vera í skólanum eins og ég sagði það. Af því að ég þoldi þetta ekki. Ekki gera sömu mistök og ég. Og guðan bænum ekki taka mark á því að fólk segir þú verður ekkert. Það verður ekkert úr þér. Út aumingi. Ekki hlusta á þannig fólk. Ég bið ykkur ekki. Þið græði ekkert á því og örlæti ekki láta neitt segja að þið geti ekki neitt og draumarnir eitthvað geti ekki ræst. Mínir draumar rætast. Mínir draumar eru búin að rætast. Ég tók á þessu sjálfur. Ég tók á þessum eineltispúkum. Ég gerði eitthvað. Svo þegar ég gerði eitthvað, þá komu kennararnir inn. Eftir 10 ár komu kennararnir inn og sögðu, ekki gera þetta. Ég skal taka á þá og tala við þá. Eftir 10 ár. Það tók 10 ár til að gera þetta. Ekki láta einhvern annan taka á þessu. Ef þið eru lögð í einelti. Ef þið eru lögð í einelti og er búið að vera lengi en 10 ár eða meira en 2 ár, talið við eitthvað og segja frá þessu. Eða ef þið gerir ekki neitt, gerir þið það þá. Þetta er hann The Mystery og þetta var einelti. Ég vona að ykkur finnst þetta gaman og fræðandi og ég heyri ykkur næst. Bye!